Góðan daginn, gott fólk. Ég set 60. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar. Mættir hér í dag eru Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Anna Bragadóttir í fjarveru Halldórs Þorláks Sigurðssonar, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og starfsmenn fundarins eru Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir og Margrét Hólm Valsdóttir sem rita fundargerð og gestir fundarins í dag eru endurskoðendur sveitarfélagsins frá KPMG, þeir Þorsteinn Þorsteinsson og Jón Ari Stefánsson. Bjóðum þá velkomna. Til að byrja með er óskað eftir því að tekið verði á dagskrá hér í dag með afbrigðum fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar frá 5. júní síðastliðnum eða í gær sem dagskrálið 1 og sem dagskrálið 4 Krílabær framtíð færast á aðrir liði fundarins sem því nemur og þeir sem geta samþykkt þessar breytingar vinsamlega skeiði merki. Það er samþykkt samhljóða. Svo þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður á dagskrá í dag það er fræðslu- og velferðarnefnd Þingeyjarsveitar fundargerð 27. fundar frá 5. júní og það er Ragnhildur Hólm formaður sem ætlar að fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel. Já, takk oddviti og sveitarstjórnar fólk og gestir. Fundargerð gærdagsins það var sem sé 27. fundur fræðslu- og velferðarnefndar Þingeyjarsveitar. Liður númer 1 var heimahöfn, málþing byggðafestu ungs fólks. Það lá sem sagt fyrir kynningabréf málþing á vegum Nýheims þekkingasetur sem er í Höfn á Hornafirði í tengslum við verkefni heimahöfn er varðar byggðafestu ungs fólks. Fræðslu- og velferðarnefnd þakkar kynninguna á málþinginu og hvetur eindregið til þáttöku í málþinginu og þetta er jafnvel eitthvað sem væri gaman að skoða fyrir okkur líka. Liður númer 2 þá að verða svona minn okkur á gjaldskrár að fara að endurskoða þær ef það þarf kannski er einhvern til að koma með vatn. Já, það er semst gjaldskrár og til viðbótar við hinar hefðbundnu gjaldskrár þá hefur borist svo ósk breytingu á gjaldskrá leikskóla að stjórnendur fá heimild til að innheimta nokkurs konar bleiu áskrift eða bleiu gjald, takk fyrir bleiu áskrift og mikil ánægja heyrist mér með það. Markmið er að minnka álag á starfsmenn og bæta skilvirkni í starfinu og sviðsstjóra er sem sé falið að útfæra tillögur að fyrirkomulagi í samráði við leikskólastjóra Þingeyjarsveitar. Liðir númer 3 og 4 eru hvort tveggja liðir sem að vera teknir fyrir sér. Liður númer 3 er ályktun frá kennarafélagi framhaldsskólans á Laugum vegna fyrirhugar og lokunar á leikskóladeild Krílabæjar. Gunnhildur vakti athygli á mögulegu vanhæfi sínu og var það samþykkt þannig að hún vék af fundi svo það komið fram. Og númer 4 sem að einnig liggur fyrir sem sérmál hér er bréf foreldra varðandi fyrirhugaða lokun leikskólans. Númer 5 það eru skóladagatöl leikskóla 2025-26. Fræðslu- og velferðarnefnd fékk kynningu á skóladagatölu leikskóladeilda og þakkar leikskólastjórinn fyrir framleidd dagatöl. Númer 6 er einnig síðan liður á þessum fundi, það eru verklagsreglur viðbrögð þegar grunur vaknar ofbeldisvanrækslu gegn börnum. Númer 7 er einnig síðan liður á þessum fundi, það er umsókn starf skólastjóra í Reykjavíkurskóla. Og númer 8 Þingeyjarskóli skólastarf. Lilja Friðriksdóttir fór yfir skólastarf í Þingeyjarskóla og nefndin þakkar Lilju fyrir yfirferðina og þakkar henni einnig fyrir samstarfið í vetur en hún er að halda á nýja braut. Takk fyrir. Við þökkum Ragnhildi fyrir yfirferð fundargerðar fræðslu- og velferðarnefndar og eins og framkom hjá henni að þá eru það liðir 3, 4, 6 og 7 sem þarfnast
afgreiðslu sveitarstjórnar en orðið er laust aðra liði þegar þessi 4 mál verða tekin fyrir sérstaklega á dagskrá sveitarstjórnar hér á eftir. Er einhver sem vil taka til máls undir hinum liðum fundagerðarinnar? Svo er ekki og þeir sem geta staðfest fundagerðina vinsamlegast gefið merki og hún er staðfest samhljóða. Annar liður á dagskrá í dag, það er ársreikningur 2024. Fyrir sveitarstjórn liggja til fyrri umræðu drög að ársreikningi Þingeyjarsveitar A og B hluta fyrir árið 2024. Þorsteinn Þorsteinsson frá KPMG, endurskoðandi sveitarfélagsins, er mættur til fundarins og mun fara hér yfir reikninginn og einnig sitja fundinn undir þessum lið Jón Ari Stefánsson frá KPMG, Margrét Hólm Valsdóttir sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs og Gísli Sigurðsson skrifstofustjóri. Gjörðu svo vel, Þorsteinn, að þú vilt fara yfir ársreikningi fyrir okkur. Já, góðir fundargestir. Við rennum þá í yfirferðina og byrjum á rekstrarreikningi og einbyttum okkur af samanteknum reikningsskilum fyrir A og B hluta. Og fyrst er það tekjurnar, skatttekjurnar urðu rúmur 1,5 milljarður, rétt aðeins yfir áætlun ársins. Framlag jöfnunarsjóðs 659 milljónir en áætlun var 564 og þjónustutekjur og aðrar tekjur urðu 533 milljónir en áætlun gerir ráð fyrir 474 milljónum og fráviki skýrist að nokkurum smærri liðum þessi tekjur urðu meiri en áætla var. Gjaldamegin, þá er fyrst að tala launakostnað, laun og launagjöld og breytingu lífeyrisskuldbindingu sem að urðu 1434 milljónir eða 17 milljónum hærri en áætla var. Annar rekstrarkostnað var 900 milljónir, áætlunin 890, þannig að það var mjög lítið frávik. Afskriftir urðu 108 milljónum, örlítið undir áætlun. Fjármagnsliðir 79 milljónir, töluvert undir áætlun sem er vegna minni verðbólgu heldur en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Tekjuskattur veitna 12 milljónir og rekstrar niðurstaða ársins var 189 milljónir. Áætlunin gerir ráð fyrir tap upp á 4 milljónir og fyrra árs niðurstaða var 122 milljónir. Ef við snúum okkur að efnahagsreikningnum að þá sjáum við að eignir samtals eru rúmir 3,1 milljarðar, mjög svipað og árið undan. Helstu breytingar eru á veltufjármunum sem lækka 90 milljónir þar sem að það er minni útistandandi tekjur núna heldur en árið áður. Eigið fé og skuldir, eigið fé 1,3 milljarðar, lífeyrisskuldbindingin 100 milljónir, mjög svipað árið áður. Langtíma skuldir eru 1,2 milljarðar, eru 90 milljónur lægri en áður og skammtíma skuldir eru 517 milljónir, 13 milljónum lægri en árið áður og skuldir og skuldbindingar samtals eru núna 815 milljónir sem er 100 milljónum lægri en árið áður. Ef við lítum á sjóðstreymið þá er fyrst að tala veltufé frá rekstri sem eru þeir fjármunir sem að sveitarfélagið hefur til þess að framkvæma fyrir og greiða lánum sínum. Það varð 362 milljónir en áætlunin gerir ráð fyrir 203 og fyrra ár voru 307 milljónir. Fjárfestingar, þar var gert ráð fyrir tæpum 370 milljónum í fjárfestingar en raunin var 290, þannig að það var aðeins minna fjárfest heldur en gert ráð fyrir. Í fjármögnunarhreyfingum var gert ráð fyrir lántöku upp á 370 milljónir sem var ekki nýtt
Afborganir langtímalána voru á áætlun rúmar 150 milljónir og handbært fé í árslok 177 milljónir. Og svona helstu skýringar, ef við lítum á skýringu númer 7 á blaðsíðu 13, að þá sjáum við hvernig afkoma myndast eftir málaflokkum aðalsjóðs eftir A-hlutastofnunum og B-hlutafyrirtækjum, og heilt yfir eru lítil frávik, það eru skatttekjurnar urðu hærri en gert var ráð fyrir, en öðru leyti er ekki umtalsverð frávik frá fjárhagsáætlun. Og svona helsta í viðbótar má kannski fara á skýringu 17 sem er á blaðsíðu 18 sem er langtímaskuldar, og vil vekja athygli þar á afborgunarröð næstu ára. En árið 25 er gert ráð fyrir 147 milljónum í afborganir, og síðan næstu ár þar og eftir er þetta rétt 110 milljónir á ári, þannig að afborganir er að lækka svolítið eftir árið 25. Og síðan að lokum er ágætt að kíkja hérna á blaðsíðu 24, það sem er samanburður 3 ára á málaflokkum A-hlutans, og þar ef við horfum svona á kannski 3 stærstu málaflokkana, þá sjáum við að félagsþjónustan er svolítið breytileg í hlutfalli af skatttekjum, var 9,5% árið 22, árið 24 6,8%. Fræðslu og uppeldismálin voru 55,2%, 22 eru núna 56%, og sameiginlegur kostnaður var 13,5% árið 22 en er núna 9,8%. Þetta er svona helstu stærðir mínu mati úr ársreikningum. Takk fyrir. Við þökkum Þorsteini fyrir yfirferð ársreiknings og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti, ágætt Sveinsson og fólk, gestir. Þetta er ánægjulegt, þó að það vofi yfir okkur að eitthvað af þessu skýrist kannski af því af sameiningaframlögum sem við svo sem munum hægt að njóta næstu árum, og eins eigum við svolítið óuppgert hvað varðandi títtnefnda innviðaskuld, og við sjáum auðvitað fyrir okkur að við þurfum að eiga borð fyrir báru til að geta farið þær framkvæmdir sem að ný útgefin veituskýrsla mun kalla eftir. Svona við höfum verið að vinna kannski meiri í því að taka saman og reyna að skipuleggja hvað við ætlum að gera. En það er vissulega jákvætt að vera á þessum stað, og bara takk fyrir þetta kjærlega. Takk fyrir þetta, Knútur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Með leyfi varaoddvita þá tek ég undir með Knúti. Þetta er virkilega ánægjuleg niðurstaða sem er jákvæð 188 milljónir króna eftir árið, samanlagt í A- og B-hluta. Og veltufé frá rekstri, það eykst verulega, það er 361 miljón á árinu. Nú, Knútur kom inn á sameiningaframlögin, þau hafa verið nýtt meðal annars til þess að til niðurgreiðslu lána, og langtíma lána voru greidd niður mér sýnist 100 milljónir á árinu og engin ný lán tekin. Þannig að ég tel að svona fjárhagslega staða sveitarfélagsins sé virkilega, hún hefur styrkt, enda hefur það verið markmiðið að styrkja hana, og ég held að sveitarfélagið sé ágætlega í stakk búið til þess að einmitt að svona fara að huga að sínum innviðum og taka til í því. Takk.
Þá það þriðji liður á dagskrá í dag og það samþykkt stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggja til annarar umræðu drög að breytingum á samþykkt stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar og orðið laust ef einhver vil taka til máls. Svo ekki. Oddviti leggur fram eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki breytingar á samþykkt stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að senda til ráðuneytis til staðfestingar og þeir sem geta samþykkt vinsalegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það fjórði liður á dagskrá í dag sem Krílabær framtíð. Sveitarstjórn hefur verið að rýna rekstur skóla sveitarfélagsins á undanförnum mánuðum og varðandi leikskóla deildina Krílabæ var til skoðunar lokunar á deildinni frá og með haustinu og orðið laust ef einhver vill taka til máls. Knútur. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk og aðrir gestir. Hlutverk sveitarstjórnar hverju sinni að rýna og fara yfir starfsemi sveitarfélagsins. Allar vangaveltur breytingar og skerðingar á þjónustu ekki teknar til skoðunar af léttúð. Við metum mikilvægi leikskólastarfs og þessu öryggis og stuðnings sem það veit til börnum og foreldrum þeirra og markmið samfélagsins að bjóða öruggt og faglegt leikskólaumhverfi þrátt fyrir dreifbýlt samfélag. Það þekkt og hægt að vísa til þess í skýrslum og rannsóknum að mjög fá börn í leikskóla skapa aðstæður sem gera faglegt og fjölbreytt skólastarf krefjandi og jafnvel flókið. Börnin njóta vissulega persónulegri þjónustu að einhverju leyti en eiga færri félaga til leiks og þroska, færri áreiti sem kalla fram félagsfærni og minna samhengi til að læra gegnum fjölbreytt samspil. Leikskóli með fábörn getur hins vegar vissulega verið hlýlegur og persónulegur rétt eins og reynslan á Krílabæ sýnir. Stóra spurningin í þessu hvort sé hægt að leysa þessa vankanta á smæðinu og vonandi tekst okkur í sameiningu að finna út úr því. Knútur hefur lokið máli sínu. Arnór, gerðu svo vel. Já, oddviti. Já, það auðvitað eins og Knútur kom inn á hlutverk sveitarstjórnar að rýna rekstur sveitarfélagsins á hverjum tíma. Við hljótum að harma hins vegar með hvað hætti hugmyndir okkar sviðsmynd sem að fæli í sér að loka Krílabæ hefur borið að. Þetta semst eina af þeim sviðsmyndu sem við vorum að ræða að endurhugsuðu máli og að fengnum athugasemdum frá foreldrum, starfsfólki og nærsamfélaginu og stofnunum á nærsamfélaginu, þá sjáum við að samfélagsleg áhrif leikskóla í nærsamfélagi eins og hér á Laugum eru gríðarlega mikilvæg og að skerða þá þjónustu getur horft til langs tíma haft gríðarleg ruðningsáhrif, samfélagsleg ruðningsáhrif sem að skerða möguleika á því að þróa og byggja upp öflugt mannlíf hér á svæðinu. Það er engin vafi að leikskóli sem er tekin í burtu af þessu svæði myndi gera framhaldsskólanum erfiðara fyrir að ráða ungt starfsfólk til sín. Eins við hér með stóran vinnustað í fiskþurrkurinn á Laugum sem að hefur líka nýtt sér leikskólan og það svona á vissan hátt sérstæða þessa svæðis að hér eru þessi stóru vinnustaðir sem kalla á ungt og öflugt starfslið og okkar skoðun sú að endurhugsuðu máli að samfélagslegu áhrifin horft til langs tíma gætu haft meiri afleiðingar fyrir sveitarfélagið allt heldur en það að spara einhverjar örfáar krónur til skamstíma litið. Þess vegna hefur sveitarstjórn ákveðið að endurhugsa þessa þessa hugsun sína, þessa sviðsmynd sína að loka leikskólanum og hætta við það og einbeita sér í staðinn í samvinnu við nærsamfélagið að því að byggja upp
öflugt mannlíf hér á svæðinu, fara í samstarf við framhaldsskólan það hvernig við getum í sameiningu og með þrýsting á ríkið farið í það að efla húsbyggingar, efla námsframboð, efla og þróa kennsluhætti enn frekar við framhaldsskólan heldur en nú og þar sveitarfélagi reiðubúið til að leggja sitt af mörkum. Við erum alveg meðvituð það að leikskólastarf nærþjónusta og í svona þéttbýliskjarna enn meiri nærþjónusta heldur en ef ég setti mig niður einhvers staðar í dreifbýlinu. Þannig að við hljótum að þakka viðbrögð samfélagsins, foreldranna, starfsfólksins og stofnanna á staðnum og taka tillit til þeirra. Og ég tel að við séum bara meiri að því að gera það. Leið og ég harma það óöryggi og þær tilfinningar sem þessar þreifingar hafa vakið hjá foreldrum og í nærsamfélaginu. Tökum höndum saman, nærsamfélagið allt og göngum fram á við samhent í það að þróa og þroska samfélagi hér á svæðinu enn frekar öllu sveitarfélaginu til heilla. Takk. Já, Arnór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk, gestir og áhorfendur. Ég sammála því sem hefur komið fram hérna hjá kollegum mínum í sveitarstjórn að við fórum kannski full bratt af stað með þetta og við ætlum að taka þessa sviðsmynd tilbaka eins og Arnór orðaði það. Ég samt þeirra skoðunar að þessi leikskóli sé of lítill og of dýr per barn. Þannig að við þurfum að fara í raunverulegar aðgerðir til að fjölga fólki hér á svæðinu af því að ég held að ungt fólk með ung börn hafi ekki tök á því að koma hingað og fá lóð og byggja. Og það er ekki mikið úrval af húsum hérna til sölu eða sem að ungt fólk kannski hefur tök á að kaupa. Þannig ég held að við ættum að skoða það virkilega hvort að við getum byggt hér á Laugum til þess að reyna að fjölga fólki með ung börn og skoða svona að gera hentugar íbúðir fyrir ungt fólk með ung börn og þá kannski komum við inn á hinn vandan sem við erum með sem er mönnunin í leikskólanum og þá náttúrulega vantar okkur fólk líka. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo virðist ekki vera. Þá leggur oddviti fram eftirfarandi bókun fyrir hönd sveitarstjórnar. Þann 27. maí síðastliðinn voru starfsmenn og foreldrar barna á leikskóladeildinni Krílabæ á Laugum boðaðir á fund oddvita sveitarstjóra og sviðsstjóra fjölskyldusviðs. Þar gerði oddviti grein fyrir áformi sveitarstjórnar að hætta rekstri leikskóladeildarinnar með haustinu. Áformin voru gagnrýnd og voru foreldrar hvattir til að senda athugasemdir sínar til sveitarstjórnar áður en formleg ákvörðun yrði tekin. Eins og fram hefur komið bárust erindi frá foreldrum, kennarafélagi framhaldsskólans á Laugum og fleirum þar sem áformunum var mótmælt. Fræðslu- og velferðarnefnd beinir því til sveitarstjórnar í fundargerð sinni þann 5.7. að taka mið af þeim athugasemdum sem bárust og formfesta ekki áform sín lokun leikskóladeildarinnar. Sveitarstjórn þakkar foreldrum og öðrum fyrir málefnaleg og skýr sjónarmið sem framkoma í innsendum erindum og hefur ákveðið að taka tillit til skoðana þessara aðila og halda leikskólastarfi áfram í Krílabæ. Sveitarstjórn leitast við í samráði við foreldra og starfsfólk að viðhalda faglegu starfi sem taki mið af farsæld barnanna, þörfum foreldra og þróun samfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Og hún er samþykkt samhljóða.
Þá vindum við okkur í 5 tillíður á dagskrá í dag og það er ályktun Kennarafélags framhaldsskólans á Laugum sem var komið inn á er sem sagt liður frá fræðslunefnd, úr fundargerð fræðslunefnd. Fyrir sveitarstjórn liggur ályktun frá Kennarafélagi framhaldsskólans á Laugum, móttökin 30. maí vegna fyrirhugaðrar lokunar á leikskóladeild Krílabæjar. Fræðslu- og velferðarnefnd tók undir áhyggjur Kennarafélags framhaldsskólans og beinir því til sveitarstjórnar að taka tillit til ályktunarinnar við ákvörðun framtíð leikskóladeildarinnar Krílabæjar. Það sem að við í rauninni afgreiddum þetta mál í liðnum hér á undan, að þá leggur oddviti til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn þakkar Kennarafélagi framhaldsskólans á Laugum fyrir greinagóða ályktun og vísar til bókunar sveitarstjórnar undir dagskrárlið 6. Eru menn sammála því, samþykkir því? Og það er samþykkt samhljóða. 7. liður, og það varðar einnig Krílabæ, bréf foreldra varðandi fyrirhugaða lokun leikskólans. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá foreldrum barna í Krílabæ vegna fyrirhugaðrar lokunar á leikskólanum. Fræðslu- og velferðarnefnd tekur undir áhyggjur foreldra og beinir því til sveitarstjórnar að taka tillit til erindis þeirra við ákvörðun framtíð leikskóladeildarinnar. Og að með sama hætti og í fyrri dagskrárlið að þá leggur oddviti til að sveitarstjórn þakki foreldrum greinagóðar ábendingar og vísi til bókunar sveitarstjórnar undir dagskrárliði númer 6. Nei, númer 4, afsakið. Já, 4. Og þeir sem geta samþykkt það, vísalega skefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Dagskrárliði númer 7 og það varðar aftur Krílabæ. Það er bréf til sveitarstjórnar vegna fyrirhugaðrar lokun leikskólans. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Helgu Skúladóttur varðar fyrirhugaða lokun á Krílabæ, leikskólanum á Laugum. Og með sama hætti og erindin 2 sem voru í næst síðustu dagskrárliðum fjallað að þá leggur oddviti til að sveitarstjórn þakki Helgu erindið og vísi til bókunar sveitarstjórnar undir dagskrárlið númer 4. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega skefi merki og það er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 8 í dag, það er sveitarstjórn leyfi frá störfum. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni leyfi frá störfum frá Eygló Sófusdóttur vegna tímabilsins 1. júní 2025 til loka kjörtímabilsins. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Nú svo er ekki, að þá er lagt til að sveitarstjórn samþykki að framlengja leyfi Eyglóar Sófusdóttur til loka kjörtímabilsins og þeir sem geta samþykkt það, vinsalegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 9. dagskrárliður, það er starfshópur skólastefnu. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá Arnóri Benónísyni lausn frá setu í starfshópum skólastefnu. Orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá er lögð til eftirfarandi bókun sem oddviti les hér upp. Sveitarstjórn samþykkir að leysa Arnór frá störfum í starfshópum skólastefnu. Fulltrúar sveitarstjórnar í starfshópnum verða þá 2, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir formaður og Eyþór Kári Ingólfsson. Auk þeirra er fulltrúi hvers skóla tilnefndir af kennurum. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun, vinsamlega skefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 10. Það er Tjarnaskjól, hönnunartillögur að leikskóladeild í Stórutjarnaskóla. Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga frá AFH arkitektum að varanlegu húsnæði leikskóladeildarinnar Tjarnaskjóls. Og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Knútur gjörð svo vel. Oddviti, ágæta sveitarstjórnar fólk og gestir.
til kynningar. Þetta bara það sem ég veit að fá að lýsa ánægju minni með hvað hönnuður að nýta þær kostur þessa húsnæði. Þarna er ákveðnir rammar og módúlar sem að verið að nota og þarna verið að leita hagstæðara leiðar við að nýta núverandi húsnæði og ég má til með að hrósa þessari útfærslu bara. Takk. Já, Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki. Þá les oddviti hér upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu enda hún í samræmi við niðurstöðu þarfagreiningar sem unnin var í samráði við starfsfólk skólans. Og þeir sem geta samþykkt, vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. Aðeins verið að bæta við þennan tillögubreiting hérna. Já, tökum örstu hlið þá eða? Nei, það er bara... Já, það er hér örlítil viðbót að það fá að lesa bara upp aftur tillögu eða bókun vegna hönnunartillagna að Tjarnaskjóli leikskóla til stórt skóla og hún er þá svo hljóðandi. Sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu enda hún í samræmi við niðurstöðu þarfagreiningar sem unnin var í samráði við starfsfólk skólans og felur sveitarstjóra og umsjónarmanni fasteigna að vinna málið áfram. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega skefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. 12. liður á dagskrá. Fyrir sveitarstjórn liggur fundarboð frá Brák íbúðafélagi HSS. 11. Hann er númer 12 á mínu blaði. Það er engin 11. liður á mínu blaði. Jú, ég byrst afsökunar, það er aftana. Smá leiðrétting, afsakið. Það er 11. dagskrárliður og það er fundarboð á aðalfund menningar miðstöðvar Þingeyingar sem framfór í Safnahúsinu á Húsavík þann 27. maí síðastliðinn. Og þetta er lagt hér fram til kynningar. Og þá er það 12. liður. Og það er Brák íbúðafélag HSS ársfundur. Fyrir sveitarstjórn liggur fundarboð frá Brák íbúðafélagi HSS. Fundurinn verður haldinn á Íslandsþing Hótel, Thorvaldsensstræti 26, 101 Reykjavík, þann 11. júní, næstkomandi klukkan 11:30. Á sama tíma heldur Samband íslenskra sveitarfélaga upp á 80 ára afmæli sitt. Já, oddviti leggur til að sveitarstjóra verði falið að mæta á fundinn enda verður hún við stödd í borginni á þessum tíma og þessi geta samþykkt að vissulega skefið merki. 13. liður Reykjahlíðaskóli umsókn starf skólastjóra. Á 27. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var eftirfarandi bókað undir lið númer 7 umsókn starf skólastjóra. Nefndin fór yfir öll gögn málsins og mælir með því að Huld Aðalbjarnardóttir verði ráðin í starf skólastjóra Reykjahlíðaskóla. Huld er grunnskólakennari að mennt og hefur víðtæka reynslu af stjórnun, rekstri og mannesmálum. Hún var skólastjóri Öxarfjarðarskóla frá 2000 til 2008, fræðslu- og menningarfulltrúi Norðurþings 2008 til 2013 og skrifstofustjóri Framsýnar stéttarfélags 2013 til 2020. Og orðið er laust ef að einhver vill taka til máls. Svo er ekki. Þá les Aðeins líka á fundi. Já,
Það hefur verið óskað eftir fundarhléi augnablik. Þetta sko á að vera undir.
Já, við erum komin hér aftur, þurftum að taka örstutt hlé vegna þess að hluti á gögnum málsins hafði ekki borist til allra sveitarstjórnar fulltrúa en það búið að fara yfir gögn málsins og það var það einhver sem að vill taka til máls hér. Ragnhildur, gjörðu svo vel. Já, takk oddviti. Mér langar nú bara að koma eins og formaður fræðslu- og velferðarnefndar og bjóða hana Huld velkomna til starfa þegar hún byrjar. Þetta er ekki akkurat núna, en við vorum ánægð með þessa umsókn og þetta lítur allt ofboðslega vel út. Við hlökkum til að taka á móti henni. Takk. Takk fyrir það, Ragnhildur. Og oddviti lesa eftirfarandi bókun fyrir hönd sveitarstjórnar. Sveitarstjórn hefur kynnt sér öll gögn málsins sem og umsögn fræðslu- og velferðarnefndar. Sveitarstjórn samþykkir að ráða Huld Aðalbjarnadóttur í starf skólastjóra Reykjahlíðarskóla. Jafnframt býður sveitarstjórn hana velkomna til starfa fyrir Þingeyjarsveit. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun, vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Það var að dagskrá liður númer 14, barnavernd, verklagsreglur, viðbrögð þegar grunur vaknar ofbeldisvanrækslu gagnvart börnum. Á 27. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var eftirfarandi bókað drög að verklagsreglum vegna gruns ofbeldi eða vanrækslu gegn börnum. Fræðslu- og velferðarnefnd samþykkir drögin fyrir sitt leyti og vísar þeim til sveitarstjórnar til staðfestingar. Og orðið er laust ef einhver vil taka til máls þessi drög að verklagsreglum viðbrögð þegar grunur vaknar ofbeldi eða ofbeldisvanrækslu gegn barni. Og svo er ekki, þá er eftirfarandi bókun hér upplesin eða drög. Sveitarstjórn staðfestir framlagðar verklagsreglur og felur sviðsstjóra fjölskyldusviðs að birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Þeir sem að geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Og þá er það bara síðasti dagskrárliðurinn sem er lagður hér fram til kynningar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar boð á afmælisráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga á 80 ára afmælisráðstefnu 11. júní. Er einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. Og þá höfum við lokið dagskrárfundarins í dag og fundið er slitið og klukkan er 13:44.